Nú hafa sumir talað flámælgi og sérstakar endingar í rími í Passíusálmum. Getur sagt okkur aðeins frá því hvað það og Já, sko, ég nú akkurat að þeirri kynslóð sem upplifði það að þeir sem voru flámæltir að það var hreinsað burt með ofbeldi. Hreint og sagt ofbeldi. Ég man svo vel eftir þessu að því að það var ykkur staðar í kringum hérna í skólakerfinu, ykkur sem var koma á Austfjörðum og ég er með upptökur sem tekna á 1955 af alls konar lögum þar sem ein kelling þar gömul, hún er alveg yndislega flámælt og slíkt en sko raunverulega þá er þetta ekki beinlínis flámæli sem við erum að tala hjá Hallgrími, heldur þetta er rím. Að sem sé í staðinn verður kannski ist að þá kemur est. Og þá er sko, ég held að á þessum tíma þá er munurinn á I og E miklu minni heldur en í dag. Og þess vegna verður til, má segja, þessi möguleiki að geta rímað sem sé est á móti ist til dæmis. Sko, náttúrulega flámæli var bara sérstakt eins og Norrlendingar eru með sinn harðaframburð og Vestfirðingar með sín sérkenni og allt þetta, að það hefur verið leitast við þessu og það er með tilkomi Ríkisútvarpsins 1930 fyrst og fremst sem átti að búa til einu sönnu íslensku. Og það er þannig að sko, ég tók upp á því í þessari bók minni 2015 að láta rím Hallgríms koma rétt fram eins og hann skrifaði það. Og eins til dæmis fyrsta persónu fornafnið ég eða í miklu fleiri tilfellum ég. Og að klína þessu ég upp á þessi texta Hallgríms finnst mér alveg miklu verra heldur en það að rímið sé ekki rétt. Þannig að einmitt sko, þeir sem eru að sko, gefa út eiginhandaritið að þeir gera svo ótrúlega marga breytingar. Þeir leiðrétta hreinlega textan miðað við nútímamál en ég meina að mínu dómi er það fullkomlega rangt. Það á ekki að gera það og það er þess vegna mín sannfæring að ég reyndi að komast eins nálægt eins og ég gat því að hugsa með hvernig textin sem Hallgrímur sjálfur hefði haft og hans málvitund hefði verið og þá einmitt rím og annað slíkt sem sé að þá var þá litið halda sér.